Komið þið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Hlynur Hallsson sem safnstjóri Listasafnsins á Akureyri. Vertu velkomin. Takk fyrir. Akureyri menningabær? Já, heldur betur. Akureyri mikill menningabær. Ég meina, hér höfum við Listasafn, Sinfóníuhljómsveit, frábært leikhús, hof og ég meina síðan myndlistaskóla og tónlistaskóla frábæran og ekki bara einn. Þannig að Akureyri mikill menningabær og hér höfum við græna hattinn. Síðan náttúrulega líka auðvitað mikil menning í öllum mörgum öðrum hlutum og ég meina það að hafa háskóla hér og menntaskóla og verkmenntaskóla, það auðvitað líka mikil menning. Þannig að Akureyri, ég get alveg stolt í svara því að Akureyri sé mikill menningabær. En þegar þú ert farin að segja og fletta háskólan á Akureyri við menningu, hvað menning þá? Já, einhver góður maður sagði menning allt sem vel gert eða einhver sagði menning allt sem að mennirnir gera. En þrengri skilgreining á menningu auðvitað, það eru listir, það tónlist, leiklist, myndlist, dans, ritlist og svo framvegis. En ég held að það séu til 1000 eða milljón skilgreiningar á því hvað menning. Og kannski bara ágætt að hver og einn hafi sína eigin skilgreiningu á því. Mér finnst það allt í lagi. En aftur að Listasafninu, skiptir það miklu máli þá fyrir samfélag á borð við Akureyri að eiga sitt eigið listasafn? Já, það skiptir mjög miklu máli. Að eiga öflugt safn hér á Akureyri fyrir utan stórhöfuðborgarsvæðið skiptir mjög miklu máli og bæði fyrir íbúa bæjarins að hafa aðgang að myndlist og safni, sínu eigin safni og líka auðvitað fyrir gestina sem að koma hingað, gesti okkar sem að koma og vilja mjög gjarnan skoða listasafn. Við þekkjum það sjálf, ég heyri það mjög oft frá fólki segir ég kem nú voða sjaldan í listasafnið en það fyrsta sem ég geri alltaf þegar ég fer í borgir erlendis, það að fara í listasafn og ég bara já, þetta mjög algengt en sem betur fyrir það líka þannig að það eru mjög margir Akureyringar sem að koma reglulega í listasafnið og það erum við auðvitað sérstaklega þakklátt fyrir og skemmtileg og finnst skemmtilegt vegna þess að ef að bæjarbúarnir eru ánægðir með listasafnið sitt þá smitar það út frá sér og þeir segja gestum sem að koma hingað, ferðamönnum, innlendum og erlendum þegar þeir eru spurðir hvað nú hægt að gera á Akureyri þá eitt af því listasafnið, tilvalið að fara í listasafnið líka frábært að fara í sund og listigarðinn og græna hattinn og í hof og leikhúsið og margt fleira, en listasafnið mikilvægur þáttur í því. Listasafnið fagnar 25 ára afmæli síðar á árinu. Það standa núna yfir mikla breytingar á húsnæðinu sem eru svolítið umdeildar kostnaðarins vegna. Þessar breytingar sem verið að ráðast í, kemur safnið til með að taka miklum breytingum með endurbættu húsnæði? Já, þetta verður algjör bylting. Ekki bara það að safnið sé að stækka mjög mikið, heldur fáum við þarna auðvitað miklu betri aðstöðu fyrir gestina okkar. Fyrir yngstu gestina, börnin, við fáum sér rými fyrir safnkennslu. Allt aðgengi að safninu verður miklu betra þannig að hreyfihamlaðir og eldra fólk á betri aðgang að safninu. Í gamla mjólkursamlaginu var engin lyfta. Núna búið að setja lyftu inn í safnið þannig að það hægt að fara á milli hæða í lyftu og maður gengur inn á jarðhæð. Og við fáum betri geymslur fyrir listaverkin okkar og við fáum frábært kaffihús þar sem hægt að setjast niður og hitta fólk og spjalla og skoða bækur og kíkja síðan á myndlist. Og við teygjum þetta alveg upp í 12 sýningarrými og það þýðir það að við getum haft safnið opið allt árið. Við þurfum aldrei að loka listasafninu á Akureyri. Það verður þetta opið á mánudögum eins og alla aðra daga vikunar. Og þó að við séum að skipta sýningar, þá erum við bara að skipta sýningu í einum sal eða kannski 3 sölum, kannski 5 sölum jafnvel, en þá eru hinir 6 salirnir eða 7 salirnir eða 8 eða 9 opnir. Þannig að fólk getur alltaf átt aðgengi að safneigninni
broti auðvitað úr safneigninni og á svona sérsýningum eins og við erum með til dæmis svona sögusýningu sögu húsana í listagilinu og síðan erum við auðvitað með þessar skiptisýningar, sýningar sérstaklega fyrir börn, erlendar sýningar, norrlenskar sýningar, íslenskar sýningar, klassískar sýningar, það nýjasta sem að gerast og gamla myndlist þannig að og ekki bara myndlist, þau eru auðvitað líka sýningar hönnun og arkitektúr og fleira þannig að þetta verður og ekki bara allt annað listasafn held ég að listagilið muni líka breytast og listagilið hluti af miðbænum þannig að ég held að miðbærin verði ennþá meiri aðdráttarafl heldur en hann er í dag. En svona umgjörðin utan starfsemi listasafns, það eru væntanlega einhver lög sem eru í safnalög. Safnalög. Svona ég bara, þú myndist á aðstöðu fyrir börn, svona uppeldisleg skylda listasafns á borð við listasafnið á Akureyri. Hver hafið þið einhverjar skyldur í þessu samhengi? Já, við höfum það. Við lítum á það líka sem skyldu okkar að uppfræða börn bæjarins og líka gesti. En það í safnalögum stendur kannski ekki neitt beint nákvæmlega það að það sé skylda listasafns að uppfræða börn en það hins vegar stór og mikilvægur þáttur í starfsemi safnsins og það ánægjulega hefur gerst á síðustu árum hefur heimsóknum skólahópa og þá bæði leikskólahópa og grunnskólahópa en líka framhaldsskólahópa og reyndar nemenda háskólans líka. Þessar heimsóknir, þeim hefur verið að fjölga mjög mikið og þetta svona dálítið svona hjartað í listasafninu vegna þess að listasafn líka fræðslustofnun. Okkur ber skylda til þess að uppfræða bæjarbúa og þá sérstaklega börnin listasögun okkar. Hvað gömlu meistararnir voru að gera og líka hvað verið að gera í dag. Og það besta við þetta auðvitað að börnin hafa rosalega gaman af því að koma í listasafnið. Og þau hafa gaman af því að fá að gera eitthvað í listasafninu vegna þess að það að fara í listasafn, það bara fær ímyndunaraflið af stað og fólk fer bara á flug og börn, þau eru auðvitað svo einlæg að þau vilja auðvitað bara koma þessu strax á blað. Þau vilja bara teikna og mála það sem þau sjá og það sem þeim dettur í hug, þeirra túlkun og að hafa sér rými til að geta tekið á móti svona skólahópum. Það sem vaskur og það hægt að sulla og það hægt að teikna og klippa og lita og líma. Það líka frábært og við ætlum að hafa, í þessu rými ætlum við til dæmis að hafa líka sýningar sem eru sérstaklega ætlaðar börnum en það eru listamenn sem að setja þessar sýningar saman og Magnús Helgason og Hjördís Frímann eru fyrstu listamenn af ólíki listamenn af tveim kynslóðum og þau eru semst að gera verk sérstaklega fyrir þessa sýningu, fyrir börnin og það verður gaman að sjá hana líka. En þegar þú ert að setja niður árið og hvaða sýningar eiga nú að verða, þú þarft væntanlega að taka tillit til mjög margra þátta sem sýna gömlu meistarana og svo framúrstefnuverk og allt þar á milli. Já. Og það bara áskorun og bara mjög skemmtileg og ég ger það náttúrulega ekki einn, það safnráð í safninu og síðan þetta stjórn yfir safninu sem stjórn Akureyrarstofu. En við eiginlega aðalatriðið í því öllu það fjölbreytni. Við viljum einmitt geta sýnt fjölbreytni eins og þú minnist á. Við viljum sýna klassíska myndlist, við viljum sýna hönnun, við viljum sýna það nýjasta sem að gerast, við viljum sýna gjörninga, við viljum sýna skúlptúra og málverk, hljóðverk, allt þetta og þá verðum við auðvitað og við tókum auðvitað fyrir nokkrum árum dálítið stefnubreytingu í það að við gerum okkur grein fyrir því að við erum listasafn á landsbyggðinni og á Norðurlandi og við viljum leggja sérstaklega áherslu á grasrótina hér að sýna það sem vel gert hér á þessu svæði og þá fórum við markvisst í það að sýna meira myndlistamenn sem eru hér vinna og starfa en auðvitað verður þetta að vera bara í góðu samblandi við Reykjavík og allt landið að sýna sem sagt myndlist frá öllu landinu og síðan þetta líka erlendis frá.
þetta auðvitað sko mikilvægur þáttur líka að sinna þessu sem að gerast hérna og við byrjum til dæmis á sýningu bara sem sýning norðlenskra listamanna og þetta reyndar eina sýningin sko þar sem að fólk getur sótt að fá að sýna í listasafninu. Á 2 ára fresti segjum við bara norðlenski listamenn, nú getur þið sótt að sýna í þessu safni, það 5 manna dómnefnd, fólk sendir inn tillögur að verkum, við fáum hátt í 100 umsóknir og úr því eru kannski valin 20 eða 30 verk og sýnd og því miður komast ekki allir að en þannig nú lífið og það bara 2 ár þangað til hægt að sækja næst. Þið sjáuð væntanlega ímynda í mér sem sagt verk sem eru í eigu bæjarins. Á bærinn stórt safn? Bærinn á 800 listaverk. Það ekki stórt safn, ekki á heimsmælikvarða og ekki eins og íslenskan mælikvarða. Og ástæðan fyrir því að Akureyrarbær á kannski ekki meira heldur en hérna 800 verk að það var kannski ekkert, það var svona mismunandi hversu markvisst var safnað verkum og kannski stóri þátturinn í því að listasafnið á Akureyri ekki byggt á einhverri stórri stofngjöf eins og mörg listasöfn eru, til dæmis eins og listasafn ASÍ, Ragnar í Smára ákveður að gefa allt listaverkasafnið sitt og það stofngjöf safnsins, Lista Reykjavíkur, Kjarval, Erró, mörg 1000 verk sem hérna eru í safninu þannig. En við eigum ekki mörg verk en 800 verk, það þó eitthvað og það besta við það að langflest af þessum verkum eru til sýnis í dag, ekki bara í listasafninu heldur í stofnunum bæjarins, á Hlíð og í skólum bæjarins, Ráðhúsinu, Amtsbókasafninu, hér og þar. Þannig að þið sem sagt sjáuð að skipta reglulega og svo framvegis og fylgjast með því hvort að styttur, hvort að þurfa að gera við þær eitthvað á milli ára og svo framvegis. Já, það reyndar nýtt að við séum að fylgjast með styttum bæjarins. Það eru eiginlega svona fasteignir Akureyrar sem hafa verið með það á sinni könnu. En við myndum mjög gjarnan vilja taka meiri þátt í því vegna þess að það komið að það þarf að gera við nokkur verk. Þegar þú ert að fylgjast með fólki skoða sýningar, ég ger alveg ráð fyrir að þú hefur fylgst með fólki úr fjarlægð, upplifun fólks og skilningur því á listinni, hann getur nú farið í ýmsar áttir. Já, og það bara dásamlega við myndlistina. Að maður getur sagt bara, þú veist, hver og einn getur túlkað myndlistina og það sem það sér eins og hann vill. Og síðan gaman að tala það, hvað hver og einn hérna upplifir. Og stundum kemur það manni á óvart, kemur mér líka á óvart hvaða sjónarhorn einhver tekur á myndlistina. Það getur verið mjög áhugavert og það til dæmis dásamlegt að því vorum að tala börn að sjá þeirra skilning á myndlistinni. Hann mjög einlægur og fallegur og það eitt af því skemmtilegast sem að gerir það að fylgjast með hrifningu safngesta á öllum aldri af verkum. Stundum verður fólk reitt og það allt í lagi. Stundum hefur myndlistin þau áhrif á okkur, en það líka þá kannski bara ágætt. En aðsókn á einstaka sýningar, væntanlega svolítið misjöfn. Mjög misjöfn. Lúísu Matthíasdóttur sem var með aðsókn, mjög góð aðsókn, þannig að þetta getur rokkað mjög. Algjörlega, og ein best sótta vetrarsýningin okkar, það var sýning á verkum Elísabetar Geirmundsdóttur. Og það var alveg bara frábært að sjá hvað listakona sem hefur ekki fengið mikla athygli í sögunni en hvað Akureyringar kunnu vel að meta að henni væri gert hátt undir höfði. Það þótti mann auðvitað fallegt en annars eru sumarsýningarnar okkar náttúrulega langbest sóttar og það eru ferðamenn. 80% gestanna okkar á sumrin eru ferðamenn, þannig að þeir koma mikið í listasafnið. Síðan snýst það við á veturna, þá eru 80% heimafólk og stór hluti einmitt skólabörn. Þannig en maður getur aldrei reiknað út alveg aðsóknina.
við segjum það líka stundum með opnanir, að bara hérna við hugsaum sko, þetta verður mjög fjölmenn opnun, en síðan verður hún kannski ekki svo fjölmenn, eða þá að það kemur opnun sem við hugsaum, þetta verður nú svona frekar, koma ekkert rosamargir, en síðan bara fyllist húsið, þannig að maður veit það aldrei alveg. En þarftu stundum þegar þú ert að teikna upp í sýningaárið, þarftu þá að hugsa svolítið svona eins og businessmaður, já, heyrðu, nú þarf ég að fá næst sem sagt einhverja sýningu sem að slæri gegn? Já. Ég myndi ekki kalla það businessmaður, en af því að það bara hluti af þessu, að ég vil sko, við viljum höfða til mjög breiðs hóps, það bara þannig, en við viljum líka sýna skrýtnu hlutina sem að kannski bara 30 manns hafa áhuga á, og síðan eru rosa glöðu kemur í ljós að það eru 300 manns sem hafa áhuga á því. En við alveg hugsum það að það mikilvægt að setja upp sýningar sem að eru vel sóttar, og ég vissum að allir safnstjórar óska sér þess að allar sýningarnar þeirra séu vel sóttar, en það er mjög eðlilegt að sumt vinsælla en annað. En svona áhugi á myndlist og svo sem bara listum almennt, stundum sagt að áhugin hann fari jafnvel eftir í svona hvernig efnahagslífið til dæmis bara hvernig vindar blása í þjóðfélaginu. Já, einmitt, það er alveg rétt, og sko örugglega hafa verið gerðar einhverjar rannsóknir á þessu líka, vegna þess að það er sko líka svona andstætt í raun og veru, sko, ef mjög vel gengur í þjóðfélaginu, þá í efnahagslífinu, þá það þarf ekki að þýða það að sé mjög vel sótt söfn. Í kreppu, þá fer fólk oft meira að hugsa svona inn á við, og hvað eru hinn raunverulegu lífsgæði? Hvað vil ég gera með fjölskyldunum minni? Og þá kemur oft þetta, þú veist, að bara ég ætla að fara á tónleika, ég ætla að fara á listasafn. Gera eitthvað sem að kostar kannski ekki mikið, en við getum, fjölskyldan getur sameinast sko. En það væri áhugavert að sjá einhverjar svona rannsóknir á þessu með samhengi hagvaxtar og aðsóknar í listasöfn. En aftur að listagilinu á Akureyri, þar þá listasafnið sem að trónir yfir, eða stóra stofnunin. Bara einn kubbur. Einn kubbur, en þarna í raun og veru orðið ansi öflugt, samfélag listamanna. Já, og það nefnilega svo mikilvægt. Það svo mikilvægt að það sé myndlistaskóli í listagilinu, að það séu vinnustofur listamanna, að það séu rými sem að listamenn reka, að það búi listamenn í gilinu, það líka mikilvægt. Þetta samfélag verður síðan svona skapandi samfélag, og með gestavinnustofum og alls konar, og þá eru þetta koma veitingastaðir og kaffihús, og af því að þetta þá staðir sem fólk vill gjarnan vera á. Þetta hjálpast allt saman, og ég segi sko að listagilið það eru mörg listagil til út allan heim, og meira þess að hér á Íslandi líka. En það sem frábært við listagilið á Akureyri að það í miðbænum. Það bara alveg í miðbænum. Það í þessum gömlu verksmiðjuhúsum Sambandsins og KEA, og það búið að breyta þeim í listasafn, og sýningarsali og vinnustofur og íbúðir og alls konar, og myndlistaskóla. Þannig að það svo mikilvægt að þetta samfélag sé þarna, af því að það dregur þá líka að sér fólk. Og það finnst mér sérstaklega skemmtilegt þegar það er kannski einhver lítil sýning að opna í einhverju listamannareknu rými, að fólk sem fer á þá sýningu kemur líka síðan í listasafnið, og það sem ennþá betra, að þetta virkar öfugt. Fólk sem kemur í listasafnið, þar sem margir koma, þeir fá áhuga á að skoða, og ég ætla líka að fara í Deigluna, ég ætla líka að fara í mjólkurbúðina, eða Populus Tremula, eða Kaktus, eða Gallerí Ískáp, eða hvað sem þetta allt heitir. Það líka svo skemmtilegt, þetta vinnur allt saman. Listasumarið, það orðið svona fastur liður, getum við sagt, svona í menningarlífi bæjarins. Já, aftur, það nefnilega datt niður í nokkur ár, en það og nú það bara að fara í gang og mun blómstra. Það spennandi, vegna þess að fólk elskar hátíðir.
það bara þannig og það líka svona auðveldara að auglýsa bæinn með því að vera með einhverja sko að segja ja, við erum með alveg helling af öllu og komið þið bara en ef maður getur sagt listasumar og það allt þetta getur gengið út frá því að það eru tónleikar á 50 dögum og það eru myndlistasýningar opna á laugardaginn og svoleiðis að það vist aðdráttarafl og það þetta svona bara og sko saga listasumars raun og veru mjög skemmtileg af því að hún kemur svona frá grasrótinni það sem svona gilfélagið sem að kemur með það vegna og yfir svona sumartíman sem að var dauður tími það var ekki mikið að gerast í listum og menningu á Akureyri fyrir 30 árum á sumrin en þá voru margir listamenn að koma heim og svoleiðis sko þannig að upp úr því sprettur svona sko kraftur og vilji við viljum líka gera eitthvað hérna á sumrin og bjóða upp á eitthvað og síðan bara hlóðu þetta utan á sig og varð að listasumri sem spennandi og blómstrandi. En hvernig sér þú svona ef þú svona á þessu þá afmælis ári ef þú horfir bara þá nokkur ár fram í tíman hvernig vilt þú sjá þá safnið þróast og þá sem sagt listagilið? Ég vil sjá bara safnið eflast og stækka og ég meina ekki það að ég ætla að fara að byggja eitthvað við meira en svona bara stækka innan í sér að við getum boðið upp á ennþá meira spennandi sýningar ég sé líka svona umhverfi listagilsins breytast aðeins ég vissum að það hægt að hægja aðeins á bílaumferðinni en auka umferð gangandi og hjólandi götuna og ég held að krafan verði bara það að þetta sé ekki þessi umferðaræð sem að það var einu sinni ég sé bara samvinnu fyrir mér þú veist að það komi hingað meiri erlend áhrif og að grasrótin fá að blómstra með þessu nýja listasafni og ég sé þetta fyrir mér sem ferðamannaparadís síðan sé ég þetta svona starfsemi safnsins ég meina ég vildi óska þess að við höfðum forvörð á okkar snærum eða einhvern starfsmenn í rannsóknar hlutfalli það væri frábært þannig að það þetta maður heldur bara áfram en þegar þú ert að tala svona fyrir auknum fjárveitingum eða þegar þú ferð á fund bæjarstjórnarinnar og svo framvegis finnst þér vera almennur skilningur á mikilvægi safnsins og starfsemi safnsins? Já, og mér finnst frábært að Akureyrarbær hafi lagt í það að því ég veit alveg að þetta kostar mikið þetta kostar einhverjar 700-800 milljónir að umbreyta þessum húsum í listasafn en ég finn fyrir miklum skilningi á því og ég meina auðvitað heyrir maður líka gagnrýnisraddir af því að það eru 1000 þættir mikilvægari það þannig í lífinu heldur en akkúrat þetta núna En við segjum sko, í fyrsta lagi erum við búin að vera að safna fyrir þessu safni í 25 ár af því að þegar að safnið var stofnað 1993 þá var alltaf talað að safnið ætti að fara upp á efri hæðina. Nú það að verða veruleika og það spennandi og ég sko, og af því að þú tala líka þetta fræðsluhlutverk safnsins. Það mjög mikilvægur þáttur og fólk hefur mjög mikinn skilning á því. Og sko að listasafn sé ekki bara eitthvað svona gamalt rykfallið safn, heldur að það sé lifandi staður sem maður kemur á til að fræðast og hafa gaman og upplifa eitthvað nýtt. Það svo mikilvægt og síðan auðvitað sko þessi ferðamannabylgja, hún hjálpar auðvitað til. Það bara alveg staðreynd. Akureyri ferðamannabær, hvað viljum við hafa upp á að bjóða? Þá listasafn eitt af því sem fólki dettur í hug sko. Fyrir utan auðvitað allt hitt, nonnahús og minjasafnið og allt saman. Aðeins svona, ég síðustu mínútur að þér sjálfur, hvenær verður þú með sýningu? Í listasafninu sem sagt? Í listasafninu sjálfur? Nei, engin starfsmaður í safninu sýnir listasafninu. Það svona ákveðin regla, þar setjum við mörkin sko. En ég sko auðvitað svona dró mjög mikið úr því sjálfur að búa til myndlist og það var bara ákvörðun sem ég tók þegar ég varð safnstjóri að þá ætlaði ég bara einbeita mér að þessu verkefni en ég finn það auðvitað að mér langar mjög mikið til að sýna og ég var til dæmis með sýningu út í München í apríl og næsta sýning sem að ég verður á Ísafirði á næsta ári í Gallerí Úthverfu þannig að mér finnst gaman að sýna og ég meina maður losnar ekkert við það en núna ég bara í svona smá hægagangi í því og leyfi listasafninu að
verið í forgangi. En svona það sem ég hef fylgst með þér, þú svona, ég ert líklega textalistamaður og mjög pólitískur. Já, einmitt, það er alveg rétt. Ég alveg nota texta mjög mikið oft í myndlistinni minni og oft það svona, sko, það sem ég að velta fyrir mér hlutum og kannski á gagnrýninn hátt og mér finnst það bara áhugavert. Og sjálfur er ég mjög pólitískur, hef mjög ákveðnar skoðanir og það blandast bara inn í myndlistina mína. Svona af þessum pólitískum verkum sem þú hefur gert, ég hafa nú sum hver, ég vakið bara harða deilur. Já. Í raun. Já. Það var svona smá stuð í Texas þarna þegar ég skrifaði eitthvað ljótt þáverandi forseta, George W. Bush til dæmis, sko. Og síðan auðvitað heima, sko, en maður veit aldrei hvað fólk, hvað stuðar fólk eða hvernig fólk en ég viðurkenni það alveg, ég hef sett upp sýningar sem að hafa bara, þú veist, ég hef bara hugsað, já, nú ætla ég bara að fá umræðu þetta mál í gang. Hvort þess sem það Kárahnjúkavirkjun eða utanríkisstefnu Bandaríkjanna eða hvað sem og þá ger ég það bara. Eða landamæri. Eða landamæri, einmitt. Það er mjög pólitísk landamæri. Já, þau verk sem landamæri, þau vöktu deilur? Já, algjörlega, sko. Og ég meina, það er auðvitað, sko, eitthvað svona litlar fallegar, einfaldar, mjög ljóðrænar teikningar af því að mér fannst sem að voru bara þessi pólitísku landamæri 160 landa í heiminum og af því að Ísland var autt blað, reyndar eins og Japan, að þá komu sumir og sögðu, hvað ert þú að meina að það sé allt frábært á Íslandi og að þið hafið það miklu betur heldur en við og þið séu merkilegri og eitthvað svona, sko. En ég sagði þetta, nei, ég meina við höfum auðvitað, þó við höfum ekki pólitísk landamæri, þá höfum við náttúruleg landamæri og þau eru kannski ennþá meira afgerandi heldur en þessu pólitísku. Það er ekki hægt að færa þau mikið til. Við erum einangrað land einhvers staðar upp í Norður-Atlantshafi og þurfum að lifa við þessi landamæri sem er frábært en líka margir gallar á því. Það er náttúrulega plúsar og mínusar á öllum hlutum. Bætt listasafn á Akureyri verður opnað í ágúst. 25. ágúst. 25. ágúst. Ertu farin að semja ræðuna og verður hún pólitísk? Nei, hún verður ekkert, geta örugglega einhverju lesið við einhverja pólitík í henni. En ég legg það nú svona yfirleitt alveg á hilluna, sko, þegar ég er að flytja opnunarræður. Nei, ég er ekki farin að semja ræðuna, sko. En það eru 1000 hlutir sem ég þarf að gera áður en ég sem hana. En ég lofaði að vera stuttræða. Það er nefnilega að fara svo margar ræður á opnunni því að mennta- og menningarmálaráðherra ætlar að koma og forsætisráðherra ætlar að koma. Þannig að það verða margar vonandi stuttaræður, kannski einhverjar pólitískar og einhverjar ekki pólitískar. Þannig að það verður hátíð í bæ. Það verður mikil hátíð í bæ. Þetta er náttúrulega Akureyrarvaka. Þetta er 25 ára afmæli safnsins og við erum að opna langþráð, stórt og fallegt listasafn. Þannig að það verður mikil hátíð hér. Hlynur Hallsson, safnstjóri listasafnsins á Akureyri. Þakka þér fyrir komuna og til hamingju með afmælisárið. Takk fyrir að fá að koma í heimsókn.